Hörfáir hlustendur, þetta Láðvarpið 2 á topnum, þáttur 76 og eins og flesti ykkar ættu að vera búin að leggja á minni fyrir löngu, þá eru blaðamennir Oddur Ævar og ég sem eru 2 á topnum. Í síðasta þætti réðumst við á garðinn þar sem hann er hæstur með umfjöllunum The Apprentice, sköpunarsögu gulldrengsins Donald Trump. Þá var með okkur kollega okkar, Jón Þór Stefánsson, sem var ýmist stjórnmálafræðingur eða kvikmyndafræðingur, allt eftir því hvernig vindar blésu í kollinum á Oddi hverju sinni. Mér finnst svo gaman að skröka, ég veit ekki hvað það er. Þú vilt bara allir séu stjórnmálafræðing. Ég er skrök sjúkur. Já, svo Jón Þór svo prúður og kurteis að hann kunni nú ekki við að leiðrétta þig. Sagði bara ekki neitt í 40 mínútur. En svo öllu sér réttilaga haldi, þá er Jón Þór, auk þess að vera blaðamar og vísi.is með Oddi, einnig kvikmyndafræðingur og sem slíkur með 4 mastersgráður í Adam Sandler samleiða verkar. Og hann hefur nú verið hérna einhvern tímann að tala Adam Sandler. Já, heldur betur, í þætti 12. Í þætti 12. Já, það kannski rétt að upplýsa þig, Oddur minn, áður og lengra haldið að það eru hljóðnumar hérna og það er verið að taka upp allt sem þú segir. Svo áttir þið á. Hvað meinum við? Stöðum ásins, nei. Ég var alveg að fara að tala hérna pappa minn. Já, ok, þannig að segir við. Þetta er munurinn sko á Mossad blaðamönnum og heiðarlegum blaðamönnum að ég upplýsti þið þetta. En mér langar mest að vita hver það var sem átti efna á þessari Mossad þjónustu sko. Og hérna erum við náttúrulega kannski hlustandi sem hafa ekki hugmyndum hvað erum að tala þetta Jón Gunnarsson mál sko. Já, heldur að það er ekki held að fara fram hjá ykkur. Nú er ég svona markvist að reyna að sniðganga fréttir sko. Það er eins og ég segja. En þetta, ég gæti ekki sloppið undan. Þú gæti ekki sloppið undan. Ég held nefnilega að stór hluti okkar hlustanda bara sé ekkert mikið að fylgst með fréttum sko, sem ég skil bara mjög vel. Já. Þú veist, þetta er þungt, þetta eru erfið tímar. Þetta er rosalega niðurdrepandi sko. En pældi ég að lenda í þessu sko, bara til þess að fara í meðverkni skýrin og bara ímyndaðir, þú veist, eitthvað sem sagðir einhvern veginn, þú varst einhvern veginn út að borða með einhvern gæja, þú varst að gera stóran, þú varst að audition og svo er það bara komið í alla miðla sko. Þetta er rosalega leika svona eitthvað svona vandaður blekkingavefur, fölsk heimasíða og gæin er fastegnarsali og hann heldur að það sé eitthvað bara 2 milljarða dýll hann undir og þá er nú best að flonta því að maður sé nú með góða tengingu við ráðandi öfl og pólitíkina. Sko, það er alls konar spurningar þarna, Tóti. En veistu hvað, mér finnst eiginlega sko, veistu hvað, ég er mest að pæli. Nei. Hver átti efnaði að kaupa þessa þjónustu? Já, ég meina það. Mér langar svo að vita það, sko. Já. Hvað ertu ekki með heila fréttastofu á baku þig sem vera rótast í þessu? Jú. Reyndar. Já, það er eitt náttúrulega ok, hver að efna á þessu og svo, til hvers? Þú plati eitthvað fastegnarsala Són Jóns Gunnarsson, þetta er svo eitthvað far átt sko. Það var eitthvað miklu auðvöldur að skilja vindrisfléttuna sko. Það var Já, ég mynd, það voru sænskir rannsóknarblaðamenn. Já, svona öðruvísi en ambús samt sko. Svona alveg ambús sko. Svo cirka eins og okkar maður Jakob Bjarnar í vikunum með Gísla Martini. Já. Það var líka ambús. Já, það var alveg ambús sko, að ég þurfti að horfa á vikunum með Gísla Martini. Ég hef ekki gert það síðan að við vorum manstu á fréttablaðinu á lífinu. Þá þurftum að svolítið að fylgjast með hvað aðrir voru að gera, þannig að ég horfði alltaf bara á frétti vikuna. Já, okkar frétti voru alltaf þar. Já, og mikið. Og þú varst þar nú. Já, heyrðu, ég var þar núna. Þú varst þar núna. Það er ég. Já, með kjúklingavangina þína. Glöggir hlustundur, sáum mig mögulega sem ég spurði, er ég að drepa giftast? Já. Og Gísli Martin vísaði Jakob þegar hann spurði þessu, sko. Og einhver spurði mig, hvað, heldur hann systir minn spurði, heldur hann nú heiti Jakob? Og þá ertu ég útskrifa fyrir henni. Já, Jakob er náttúrulega bara að gera ábyrgu fyrir öllu og vísi þarna á Gísli Martin. Já, en einhvern tímann þá var ég að horfa á þetta þegar fréttablaðið var við líði, þannig að hvað er, komin allavega 2 ár síðan. Já, fyrra, apríl fyrra. Og þá sko kom dóttir mín sem hefur sennilega verið 14 og þá inn í stofu og horfði á sjónvarpsskjáinn, horfði á sem ég og svo af hverju ertu að horfa á og ég bara fann ég skammaðist mig fyrir fram á dóttur mína sko. Já, nei, ég er út af vinnunni, ég verð að fylgjast með dóttir svona svipu og þú, svona fáránlega nett og Já, hún er klárar en ég að mörguleiti sko, en já, hann allavega líka hún kann alveg á kúlið sko og veit alveg að þú getur ekki verið að horfa á Gísla Martin og sérst eitthvað skrítinn Sko, er það skrítið, þú veist, ég skil alveg stemmingunni, sko
hjá fólki, sko, svona föstaskvöld og horfa á þetta. Já, Skilju, ekki þú það? Sömu gestirnir og eitthvað Ég meina, hann fekk Jakob Bjarnans. Já, það er stórkostlegt frávik og og eina ástæðan fyrir að ég vissi af þessu gat hort á þóttum var að Jón Óskar var að fagna þessu á Facebook fyrir daginn tala hvort það var ekki til með þess að opna sér bjór og horfa á Jakob í vikunni. Ég meina... Og Jakob líka, af því að Jakob náttúrulega ógeðslega alltaf fyndinn og sniður, sko. Það var alltaf byrjan á því að hann væri alveg gáttar að hafa verið boðinn og bara, Dóri D.N.A. veikur eða? Einmitt, nákvæmlega. En já, semst ég held ég hef ekki hort á Gísla Martin bara síðan að við áttum frétti í fréttuvikunum, það var fallþungi atkvæðana á Suðurlandi, ruslatunnan með kjörsjálfun og fauk. Greimaður fekk ruslatunnuna fulla af atkvæðum með þessu. En við vorum eiginlega alltaf tótið samt í fréttavíkunum, okkar fréttir. Já, við vorum líka alltaf fárlega sniður hérna á lífinu. Já, og svona fréttablaðsfréttnar, sko. Það var svo fárlega skemmtilega, sko. Það var mikil missir þegar við hættum að skrifa fréttir saman. Til dæmis hverjum öðrum en mér hefur dottið í huga að hringja í, hvað heitir hann, Samherjakallinn, Þorsteinn Már Baldursson. Já, og spurja hann hvernig hann finnist vertíðin og hvort það var verbúðin og hvort það var orða. Það var geggjað. Hvernig það var pínu lítill dálkur. Já. Svo var þetta ekki bekað upp öllum meðlum? Jó, ég manna ekki, það var alltaf eitthvað að vera nextast á þessu, sem betur var þetta pínlítið dálkur af því að hann sagði nú ekki mikið. Nei, sagði hann ekki bara að þetta var ömurlegur þáttur. Já, hann kannast ekki við þann raunveruleika sem að væri framsettur þannig. Mér líður eins og við höfum ákveðið að hafa eitthvað svona íslenskt þema í þættinu. Já, voru við ákveða? Tala bara íslensk sjónvarpsefni. Já, ég veit ekki, mér líður smá þannig, sko. Já, það er kannski bara rétt að leggja þá spilin á borðið að við erum bara núna tveir í kælikljónum, eðlilega kannski, það vil kannski enginn koma eftir hvernig þú fórst með Jón Þór Akkurat, að ljúga upp á fólk, það er ekki gott. Og þannig að þessi þáttur er það sem við köllum svona frjálstími vegna þess að við erum líka latir kæruleysir og lagstir í kostningaþungliti og extra hot, kjúklingavængi eða tingalings eins og sonum minn kallar kjúklingavængi chicken wings, tingalings það er frekar gott. Já. Það er búið að vera mikið rigning og búið að vera svona ekstra dimmt í þessari viku. Já, þetta er náttúrulega eitthvað, þetta er niðurdrefmandi. Þetta er hróttalegt. Og líka svo bara, eins og ég náttúrulega þá er að forðast fréttir eins og var Dóra segir mér að Elon Musk sé bara að verða menntamálráðar Bandaríkjanna eitthvað og þú veist, það þyrmir bara yfir mann. Einmitt, það er að koma algjörlega svona psycho-fréttir frá Bandaríkjunum það hverjir er að fara að vera í næstu ríkistöð. Og þetta er allt svona, þetta er mjög mikið svona revenge tour, sko. Já. Tulsi Gabbard og eitthvað svona fólk sem að er að fara að leiða einhverja stofnanir og einhverja ráðnindi sem voru að sko einhvern veginn rannsaka þau eða farið svona fremst í flokki einhvern veginn í einhverju gagnrýni á þau þannig þetta er svona mjög mikil hefnd sem er í gangi. Já, það er líka kannski stóri svona riskfaktorinn bæði við Donald og Elon þetta eru vindictive bastard sko, langræknir og hefningjarnir. Ekki gott. En svona erlendu miðlarnir eru strax að spá í hversu lengi þessi vináttan mun endast. Já, það var nú alveg að sitja skeiðklukkunar strax. Heyrðu, já, en kjúklingavænginu, hvernig gengur? Prófaði svona í stjórnmáluleiðtóna. Heyrðu, Dagur B. var þátturinn minn með honum fyrir hlustundum sem hafa ekki hugmyndu hvað við erum að tala um. Það er ég með þætti á Stötu og Vísi sem heita Vængjufunum. Það sem ég borða sterka vangi með stjórnmáluleitum. Ég gerði þetta fyrst sinn í forsetakostningunum, töluðu ekki eitthvað um þetta þá? Jó, mér minni. Og nú var bara, þú veist, nú bara eins og allir vita, bara voru allt inn í kostningar, skilju. Bjarni Ben bara sleita sér ríkstjórn og þannig að þá var bara yfirmennu mínu, bara, þú veist, við verum að gera eitthvað skemmtilegt, þú veist, bara góður á dýr, gerum bara vanginu aftur, skilju. Oddur meiri tingalings. Já, Oddur meiri tingalings, kallaði alla hóaði alla stjórnmáluleitóna og eins og, þú veist, þetta eru 10 flokkar, ef ekki 11 sko, 10 sem bjóða fram í öllum kjördömum. Við tókum ákvörðun að bjóða sem bara leitóna sem er í öllum kjördömum. Kemur þá ekki COVID-nöttar? Nei, ábyrgð framtíð er ekki þarna, Jóhannes Loftsson, ég vil þó að við steyðum náttúrulega það stjórnmálaafl, en það ekki, Tóti? En nei, þannig að þetta er búið að vera síðustu 3 árvikur 2-3 árvikur eru búin að vera rosalegar þú veist að bóka þessar leiðtóðættir náttúrulega þau hafa öll ekkert eðlilega mikið að gera hjá fólkinu svo náttúrulega komast ekki alveg allir sko en að fólk hafa löpið í skarðið sko Dagur B. aukalegarinn hann leipir í skarðið fyrir Kristínu Frostadóttur
Já, Kristján teflir aukaleikaranum eitthvað slags, en hann ekkert eðlilega skemmtlur og þetta er á Stöð 2 og svo þetta er á Vísi og þetta er svona öðruvísi þetta er svona skemmt þetta við erum með Heimi Má Pétursson að spyrja í samtölinu út í svona alvöru stefnumálin skilur við fá stjórnmálin tóna og við erum með pallborðið á Vísi það sem er svona alvöru debatt og alvöru umræður stefnumál þarna fá að sjá svona mannlegu hliðina sko. Það er sérstaklega vaki athygli að við spyrjum, við erum með hraðaspurningar og þetta við slegið gegn á TikTok, ég er á TikTok-stefna Jú, hann að hlutabreiðin hafa hækkað í mér mjög mikið Getur þú ekki reynda einhvern veginn að lauma svona 2 á topnum inn í þetta þannig að við komumst inn á TikTok í gegnum Jú, við þurfum nefnilega eiginlega að fara að taka upp TikTok-myndbönd og auðlýsa 2 á topnum sko. Er það ekki? Er það ekki til það? Þarna er allt fólkið Ef Sigmundur Davíð getur púlað þetta þá get ég það Ég er sammála sko. Ég spurði svona Ríða drepa giftast Já, hvað er það? Já, Datt þér þetta í hug sjálfum? Nei Langar að segja nei, þú veist ég man ekki þetta er náttúrulega allt eins og veist á svona fréttastofu, þetta er svona kollektíft skilur Þetta ánáttúrulega að vera grín og glens Þetta er óþægileg spurning því verður ekkert neitt ég mætti morgun útvarpi á Rástöðu síðustu viku að tala um þetta Já, ég bara eins og ég segi þetta hlutabréfin hafa hækkað í mig alveg gífulega Þetta er mjög óþægileg spurning en viðbröðin og sérstaklega eins og ég á Ingu Sæland þetta kom henni svo óvart og hún er búin að koma reglulega til okkar og hún er búin að segja við mig svo oft en finnst þetta svo óþægilegt það hafi verið hræðileg spurning, ég hugsi ekki um neitt nema kynlíf hún er að skamma mig fyrir þetta sko allt í gríni en hún er náttúrulega djóker sko. hún er mikill og þau eru öll ótrúlega skemmtileg og það er einhvern veginn þú veist, ég veit að kannski fyrir suma sem eru í algjörlega þólíki stjórnmálamenn eða eitthvað, þú veist, þau eru alveg upptilhópað frekar skemmtileg sko Já, þetta er allt fólk Já, og þetta er allt fólk sem er kannski það sem við verðum að reyna að koma inn á þessum þáttum, sko, komandi skila sko. Og hún eiginlega bara svara fyrir eitthvað hauspislu sko, sem er ekkert eðlilega að finna og þetta er bara orðið væral á internetin á TikTok og ég kannski, ég ætla að misnota mér aðstöðu mína, Tóti fyrst að þetta er hlaðarpið þitt og svona eiginlega og hlaðarpið mitt líka ég ætla að spila klippið fyrir hlustendur ég byrst bara fyrir frá massökun á þessu sko. ég er ekki narsisisti sko. það verður að koma fram Nei, ég get alveg, ég skal bara við skal bara kvitt undir það, Oddur er ekki narsisisti en hins vegar náttúrulega er þetta alltaf svolítið svona stórt moment á ferli hvers blaðamanns þegar hann allt í hennu tekur flugið á kryttuðum vangjum og þá má aðeins njóta Sérstaklega ef maður fær sko 70.000 views á TikTok Já, það er líka góða við að þú setur ekki 5 Facebook-stættur svo dagum þetta sko Nei Sko, ég er að gera eitt ég ætla að spila fyrst eina klippu sem er á Flokkið fólksins sem hefur vakið mikla athygli þetta er bara spurningin, ok, tilbúin í það þetta er sem bara Inga Sæland við spila þetta, ok, hlustið nú Ríða drepa giftast Bjarni Benediktsson, Þorgerður Katrín Sigmundur Davíð Fyrir ekki, ég veit ekki hvað að tala Ríða drepa giftast hverjum af þessum 3 myndir ríða hvern myndir drepa og hverjum myndir giftast Ég var svo aldæðist þess ég myndi allavega ekki ríða konum og Cancelled Það er ekki Þorgerður Katrín alls ekki Nei, þá er bara Bjarni að Sigmundur ég myndi frétt verið að Bjarni mér finnst ekki þetta á það með Simma það er djók þannig að hvernig ég ósköpunum dettur þér í að segja þetta fyrir utan það að maður hættur að spá í þetta á þessum gammalsaldri maður, hvað er þetta? Þannig að þú myndi gifta Sigmundur Davíð? Aldrei í lífinu myndi ég gifta Simma ég er bara minn mann Þannig að þú myndi giftast Þorgerður Katrín? Já, frekka myndi ég giftast henni ef ég þarf ekki í þenni Þannig að þú myndi Þannig að ef það er það sem þú ætlar að tala um sko. Já, er þetta ekki skemmtilegt það? Jú, þetta er allt lógist eins og allir vita þá endar allt kynlíf með hjónabandi það er ekkert drepur kynlíf jafn öruglega og hjónaband þannig að þetta er safe bet Svo nefnilega tóku sjallarnir, ungir sjálfstæðismenn tóku þetta líka sko. Með sem sagt, þú veist ég geti spilað en þá var þetta svona þú veist, kemur bara lag sko, svo kemur svona Bjarni hún segir, ég myndi frekar ríða Bjarna og þá kemur svona myndbönda Bjarna og svona eitt lag með og lag af Brat plötunni ég er samt að þú varst nú að sína mér þetta líka hún var nú að kannski ekki alveg að næla sér í atkvæði hjá mér en ég er mjög ánægð með að hún hefur mætt með svona Körkland vínilhanska hún mætti sjálf með hanska og bakflæðstöflur ég tengi mjög vel þetta því ég notast svona hanska
bara stundum við að fá mér snakk með sjónvarpinu, þú veist að ég nenni ekki að vera að káma út þessa litlu ógeðslu Apple fjárstýringu þá er ég með svona körlend Notar hanska Já, ég segi stundum þegar það bara snakk Já, Í alvöru? Svo ég sé ekki með fitun og spæsið að krydda allt á og svo fer það þá í Apple fjárstýringun og allt verður svona Þú áttu þú sem kaupir bara hanska í Costco Ég fer í Costco sko hver mánaðamót og kaupi sem sagt mánaðaskamt af bleium og 2 kassa af svona hönskum og 2 kókassa og eitthvað svona helst. Í alvöru? Já. Og ég fer aldrei í Costco. Nei. Að þegar sko ég var alltaf með áskrift en ég keypti bara bensín. Það man bara make a sense að þegar bensín er ekki dæla ódýrt. Okay. En ég fór svo oft inn í þessa búð úti, Costco. Og ég bóstalega bara, ég fann ekkert sem langaði að kaupa. Nei, það líka, ég held að Costco er stór hættulega ef þú ferðangað bara til þess að kaupa, sko. Þetta er náttúrulega fullt af drasli og þú getur keypt alltaf fjöndan. Þannig að ég fer alltaf bara í mission og ég sækja alltaf bara það sama. Bleiur, eldúsúlur og svona hanska. En mér líður bara svona eins og ég sko sökki einhvern veginn í að reka heimili. Ég veit fólk er það Vá, takk að þegar sko ég veit svo mikið fólk sem fer hana kaupir bara alla matinn hana fristir hann og á hann svo bara til eiginlega nós Já, það er samt það er einmitt þetta, þessi magnkaup og magni sem þetta er allt selt í það er svona turn off finnst mér sko. En svo líka stundum tekið að mér svona skuttlast með Kollu Bergþórs vinkun okkar hún er rosalega Hún er mikið laðnandi Er hún með áskriftið? Já En hún náttúrulega á ekki bíl og keyrir ekki en ég kipp henni stundum með sko. Ég hitti hana allt og sjaldan Ég geti kannski bóðið henni að taka hana með Ég er náttúrulega nákvæmlega Já, ég einmitt var bara að fatta núna það er einmitt fyrir að koma tíma á að tjekka á hana því að það er jóladótið komið hún er agalega gaman, ég týndi henni síðast þegar hún og bara glemdi henni hún var að skoða jóladótið og bara tók klukkutíma að finna hann aftur Þetta er nefnilega, þetta er svo mikið svona búð þú veist það sem hún ferð og það er bara svona risastór jólasvein og þú sér svona verðið 98.000 og þú ert eitthvað svona ég ætla ekki að kaupa jólasvein fyrir 98.000 En maður setur dútanum, hann var nú ykkur fréttum manni góðstur okkur sem að kefta að gíra fyrir að fíll eða eitthvað sem Ég held að það hafi verið fíll Ég mani því sko Já, en hérna með þetta hvað, ríða drepa eitthvað Já, og af vangi fram Já, vangi fram Þetta trubla mig eitthvað nú veist þú það og sennilega flestir sem að þekka til mig, ég er nú engin tebra sko Nei. En mér finnst mjög óþægilegt að sjá þig bera þessa spurningu upp mér finnst þetta ekki fara þér, þú ert svo mikið prúðmenni sko þú veist það var svona meinlausar ef ég sæti henni legar henni Ég held nefnilega sko myndir ekki alltaf senda mig í þetta minnsson Jó af því ég er svo mikið prúðmenni sko það er mitt fólk, þú veist, ég held að fólk eigi mjög öll með að treysta mér mér líka ekki illa við neitt að þessum leitum sko. Þau eru öll þarna á þingi þú veist, að því ég veit að þú veist að við erum á svona ölda sem að það er alltaf rosa polariserað skilju, og það er einhvern veginn allir í stöð í einhverjum svona, þú veist, hvað segir maður hérna þú veist, stríðs hérna ham einhvern veginn skotgrjónum alltaf passa að vera í sínu liði óháð öllu eigin skoðunum og meiningum prinsipum heilt yfir eru alveg þú veist, þetta er ekki það sem fólk er vont fólk skilju það er náttúrulega engin vondur í þínum ögum sko. það er náttúrulega vantar yfir alltaf sko, tortryggum ég veit og það er svona, þú getur alveg farið út í lífu og gengur út frá því að allir séu í grunninn góðir ég geng alltaf út frá því að allir séu í grunninn illir sko. og læta frekar komið skemmtilega óvart ef einhver er ekki skemmtilega Hvernig var það þegar þú kynntist mér? Nei, það er, þú ert náttúrulega bara þannig að þú veist, ég er náttúrulega góð mannþekkjari og radarinn alveg vel stiltur en ég sá strax að þetta væri náttúrulega bara hinn vænsti drengur sko. Jú, þannig að þetta er alveg fínt að þú sett að gera þetta bara mjög stætt svona hvað er áttur að nota svona ljóta orð og svo líka bara vil ég helst ekkert fá þessar svona hugsýnir af þessu fólki að vera að gera það sko. Þetta er eitthvað mér finnst þetta eiginlega svona ólistur heldur en vænginir sem að þú ert að bera þarna bort Já, einmitt, en ég meina þú veist, þetta hefur vakið athygli þetta er að virka og það er líka náttúrulega þú byrjar á sér kostningaborðunni á það forsetakostningunum og svona og ég er náttúrulega blaðamaður í 25 ára eins og þú veist að það er og alltaf verið yfirleitt í svona human interest, lífsfréttunum og svona, við erum alltaf að leita að mannlega þættinum í fólkinu sem er búið að mennska einmitt, eins og bara í gegnum pólitíkina að það er náttúrulega góð sem tíða því að þetta er ef réttur rithmi þá er þetta 4 ára fresti
sem getur fengið þetta fólk til þess að stíga fram og vera kannski svo lítið eins og það í raun og veru sko. Akkurat, og það líka frábæra við þetta konsept, þú veist, að það augljóslega, og ég hef ekki komið inn á hérna þetta augljóslega erlendri fyrirmynd, þú veist, þetta eins og Hot Ones, Chili Claus á YouTube, það fullt af þáttum sem hafa gert það, Hot Ones svona frægastir en þetta virkar svo vel til þess að draga fram með mitt, að því að mörg þeirra voru bara mjög stressuð áður en þau komið sko. Voru bara virkilega stressuð. Þá við séu svona fjölmiðla vön og vön viðtölum og öllu, þá er komin hérna, þetta er stressandi sko. Þetta er ekki comfort zone sko. Nei, þetta er ekki comfort zone sem að gera þau ákveðu svona þetta, sem að auðveldar þeim að berskjálta sig sko. Sem er frábært dæmi sko. Og svo sko, ég veit ekki hvort ég hef komið inn á sko, ég hef örgulega sagt þetta en íslenska Reddit samfélagið hatar mig hatar, ekki mig kannski persónulega og þó, en síðast einmitt, í maí, það var 1. júní var kosið til forseta í maí, það komu 2 eða 3 færslur inn á Reddit Iceland það sem fólk var bara hvernig dettur þeim í hug að vera að stela þessu þetta er svo ófyrirleitið akkur getur íslenskum sjónvarpsstöðum aldrei dottinett upprunalegt í hug og svo þessi spyrill hann er ömurlegur ég held að hann er ekki langa framtíð fyrir sér í sjónvarpi þetta var allt eitthvað svona við vitum alveg að þetta hefur verið gert áður og þú veist Nei, þið vitið en þið haldið að þið komist upp með það þetta engin það var svona viðleiknin Nei, þetta er sko, náttúrulega veit ég alltaf hvað þetta Reddit er, ég hef aldrei skýrið það Þetta er svona fólki sem er mest á netinu Já, og eitthvað, alltaf myndir eitthvað ég náðu þessu sko en þó ég sé nú svona opinn og vísin eins og þá er ég líka alltaf til í að detti í polariseringu og nú ætla ég bara að hata Reddit þú varst að segja mér þetta og nú bara er Reddit sem sagt óvinni minn Þetta er náttúrulega ekki eðlilega að fyndið samfélag sko. Þetta er alveg bara svona fílíka samræðina upp til hópar náttúrulega er þetta bara eins og í öllum gott fólkskilur en þetta er svona ákveðin ángi samfélagsins sem er mjög mikið í tölunni sko. Já, mikið í tölunni, einmitt en en talað þetta varstu hafa fyrir einhverja kosningar þá það var bara verið fyrir síðustu fyrir 4 árum tæpum og þá var miðflokkurinn Sigmundur Davíð, það var svona einhver auglýsingar og hún var að segja að hann væri safnari og þá sást glitta í Star Wars stótt mast í bakgrunum og ég hringdi í hann og lét myndan með stóra AT úr hoðbardarum í Empire Strikes Back og hann var fullt af Star Wars köllum og dóti, það var rosalega gaman Var það ekki? Jú, bara, ég fekk alveg bara nýja sín á Sigmund Davíð hann er one of us hann er bara Star Wars nörd hann er það sko og talaði þetta bara frekar mikill svona þekkingu sko algjörlega, einmitt, það bara kemur ekkert óvart en ég kalla allt þetta safniti mitt yfir þetta þegar hún er pólitíkinni á þetta plan ég kalla þetta tehettuna og skrifaði einu svona pistilum þetta í fréttablaði fyrir mörgum árum sem held að bara verið Óla Ragnar og tehettan það var fyrir einhverju kosningar þá fór Jón Ársæll í heimsóktur Óla Ragnar og hann var tehetta yfir einhverju svona til að halda heitu og Jón Ársæll hætti ekki fyrir að hann fekk Óla Ragnar til að setja tehettun á hausinn og þetta er Óla Ragnar þetta sjá fyrir eitthvað Óla Ragnar kom tehettu Býttu árið hvað var þetta? Þetta er ógeðslega langt síðan sko 1988 Já, jafnvel sko Þetta er alltaf orðið sko bara ancient history en veist, það er allt hægt á þessum tíma Talum það, okkur eru við ekki búin að fá eitthvað pólitíkuslis að tala sko, eitthvað splatter eða rössmægir myndafettis eða eitthvað svoleiðis Ég veit ekki, við ætlum að gera á þetta þegar þau eru öll alveg ekki dæla til og það er fullt aðeins til, þurfum ekki að taka formennar sko, hérna fengi bara einhverja frammeðu, ég klárið þú ert klárið, eina sem er bara ég fekk sko, þetta var svo mikil höfverkur að bóka ég veit þau öll í þessa kjúlingahætti sko, þannig að ég er bara svona ég er bara traumatized svo þetta ég þetta en heyrðu, þetta var ég veit ekki að heldur að fólk sé búið að fatta heldur að Reddit samfélagi sé búið að kveikja á pöruna við erum að breyta þessi svona dægur mála, stjórnmála podcastlýs að reyna að bústa hlustunina Erum við að gera það? Þú segir mér það ekki Hvað erum við búin að vera að gera Við erum að tala sjónvarpsefni Þetta er bíó og sjónvarp Við erum bara að gera nákvæmlega sem að við höfum alltaf þetta er smokescreen samt Ég meina Er eitthvað að ég gaslýsa hlustundur? Nei Heyrðu, en
Gladiator 2 Komin í bíó kom í bíó bara í í dag. dag, við höfum ekki séð hana. Nei, og Ætlum að taka hana fyrir. Já, en þú varst svo æstur og spenntur að þú vildi bara taka þennan þátt undir hana þegar ég bentir á að við getum ekki fengið neitt að koma að ræða myndina við okkur af því það var enginn búinn að sjá hana. Nei, og ekki við heldur. Nei, ekki við heldur. En hefur eitthvað fylgst með þér? Er stemning? Það er mikil stemming, mér sýnist það. Og ég er bara aðeins, ég hef ekki mikið fylgst með frábært, en ég hef séð að fyrstu dómarnir og svona fyrstu tölunar eins og Rotten Tomatoes prósentutalan er eiginlega bara á sama stað og fyrsta myndin. Var það hátt? Þannig að þetta virðist bara, þetta var 78 eitthvað prósent sko, sem er bara, þetta virðist bara að vera góð mynd, skilur við, þetta er bara gladiator mynd. Frábært. Við höfum miklar áhyggjur af því að þetta getur drasl, ekki? Já, ekkert enda drasl, en það líka, ég er náttúrulega, kannski sátt var, ég er einn af þeim sem var ekkert eitthvað gapandi yfir gladiator, sko. Nei. Ég var ekkert rosa hrifinn af henni og alveg bara mjög fín mynd, ekkert af henni, mjög flott og alveg frábært að hafa fyllibituna gömlu Oliver Reed hérna í sínum síðasta hlutverki, hann drafst nú hérna áður að tökum lauk, sko. Það málið? Já, þetta er náttúrulega ein mesta fyllibita Hollywoodsins. Já, þetta. Talaði mann eða búin að taka 2 bjórkass og 2 viskiflöskur sem hann bara datt niður dauður á barnum hérna eftir einhverja tökurnar, sko. Jesus Christ. Never mind, en hérna, já, svo fannst mér eitthvað Russell Crowe eitthvað, mér alltaf finnst hann eitthvað off, en það var alveg fín mynd. Svo skildi ég ekki bara þetta Oscars þarna dæmi, sko, hún bara rakaði saman Oscarum, mér finnst það eitthvað, þetta endaði ég held í einhverju ofmati, sko. Já, ég horfði það sem mynd mjög nýlega í sumar þegar ég var í útlöndum, þannig ég horfði hann í síma eins og ætti að horfa hana. Eins og Ridley Scott hugsaði hana. Já, eins og Ridley Scott hugsaði hana í flugvél í litlum skjá. Þetta er rosalega löng mynd, allt og löng og plotti er rosalega svona, það er einhvern veginn allir bara, það bara elska allir aðpersona. Já, og hata vondurkallin, og vondurkallin er rosalega vondur. Já, Jokerinn Joaquin Phoenix og fjölskyldan hans er drepinn og svo er keisan rosalega góður já, og þetta er náttúrulega Dumbledore, Richard Harris og elskar einhver hluta vegna svona alpersona meira heldur en son sinn Maximus og tekst einhvern veginn að aðala son sinn rosalega illu upp. Já, þeir voru mjög flinki við það í Róm. Ég skildi það aldrei þegar hann var fullkominn og sonur hans var bara mesta skrýmsla allra tíma og hann elskaði miklu frekar alpersona gladiatorn þetta var ekkert Black Box Mossad geti ekki sett upp heimasíðu fyrir þennan keisara og tekið svona viðtal við hann, sko. En er einhver tengsl á milli þessar njósnafyrirtækis og Black Box Pizzeria? Þetta ekki, það er eitthvað sem var nú bara gaman fyrir þig. Nei, við erum ekki lengur á lífinu á fréttblaðinu, ekki til. Það hefur verið fýtt dálkur. Let them deny it. En eitt má Gladiator eiga að hún á eina svona flottustu, mest töff setningum í bíómyndum. Og það eru rosalega senur í þessum. Það er í byrjunni þegar Maximus þá var hann alltaf, rómverskur herforingi voru að leiða sína menn áfram og hvað krýpur hann ekki og tekur svona sandi hnefan og lætur leikurinn svo Men, what we do in life echoes in eternity. Jú, það er nákvæmlega það. Svakalega kúl. Og svo þegar hann alltaf, þú veist, þegar hann hittir svikaran sem að draf fjölskyldunars og læri fyrir hans. Bara, hvað segir hann aftur við hann? Það man ekki, ég man bara eftir þessu. Hínlínan er algjörlega störtlu, sko. Eitthvað, I will have my vengeance in this life or the next. Geðvik lína, sko. En þetta er náttúrulega líka Revenge. Þetta er ekkit og mjög svona orðum auki hjá honum með það sem við gerum í lífinu bergmálarum eilíðina þessi gæjar svo Leonidas Spartarakonungur og Julius Caesar og allir þessi gaurar verk þeirra að lifa enn, sko. Já, en svo er líka fullt af keisunum sem að engin veit hver er. Já, það geti ekki allir verið Caligula. Það geti ekki allir verið Gorgeous. Nei, heyrðu, ég var á einhverjum nýtjamarkum daginn og fann Caligula á D.A.T. kestana. Það er stórmerkileg mynd, sko. Það er eitthvað mynd? Já, Caligula. Okay. Marsko Magdá leikur hann og Helen Mirren leikur konuna sem að Penthouse held ég klámblaðið framleitana og það er leki og góð leikurum sko, John Gielgud, Peter O'Toole og allt þetta. Svo voru teknar upp svona
beinlínis klámsenu sko, sem voru svo kliftar inn í þetta allt þetta fína fólk leikarar voru bara í svona, bara bara blári mynd sko. Það bara þetta svolítið bara, þetta drasl sko, en þetta alveg svona sögulegt maður eiga þetta í hardcopy sko. Ok, hardcopy bara, Caligula, jú, ég kannast eitthvað við það, núna hefur þú segir þetta. Hann er keisarinn sem ætlaði að gera hesti sinna prest í einhverju musteri og var með mesti flipkísinn af þessum keisurum. Já, ég mitt sko. Heyrðu, en af því að það var ekki skipulögð dagskrá, þá ætlaði ég að vera með svona smá söguhorn. Ok, hvað? Tveir á topnum. Tveir á topnum? Já. Ok, við ætlum að tala um sjálf okkur. Já, óbeint. Ég er búin að vera með þetta planað í marga vikur, það er bara alltaf búið svo mikið að gera. Ég kem alltaf með möppunum mín og það er alltaf að fylla svona aftan í henni efni sem hefur aldrei komist að. Þetta er rosalega þykk mappa, sko. Það verður að segjast. En nefnilega, eins og kannski hefur ítrekk okkur fram, þá sækir þetta hlaðvarp nafnst í Tveir á topnum í íslenskan titil Lethal Weapon. Það hefur komið fram, ekki? Jú, og Árni Sam, bíókóngurinn í sambíónum, hann kommentaði einhvern veginn á toppból hjá okkur og hann spurði mig hvort að ég vissi ekki hver ætti heiðurinn af Tveir á topnum. Og ég var ekki alveg viss en ég skaut á, það hlýtur náttúrulega að vera sjálfur Árni Sam og það passaði, sko. Í alveg? Já. Og svo fór ég í sögu Árna Sam. Árni Sam? Já. Árni, Árni, við erum náttúrulega honum mikið að þakka maður. Já, ég hef nú held ég einhvern veginn sagt þér þetta ég sagt að þetta er sem sagt, íslenska bíóþjóðin á þessum manni mest að þakka af öllum á síðustu öld. Hann rauf þessa skipulögðu skipulagt samráð bíóana og það var alltaf hann það bara hvert bíó var með sinn dreifingraðala Paramount var í Háskóla bíó og Fox í Nýja bíó þess að saman Star Wars í Nýja bíó sko. Nema að það líka var engin metnar í að fá myndinar, ég sagt þér, maður var að bíða í 1 til 2 til 3 ára eftir að fá nýja myndir til landsins. Þetta breytist allt með Árna Sam og bíó. Þú varst að sjá til dæmis Star Wars í bíó 1978 Jólin 78 og hún er frumsýnd í maí 77 sko. Það er gali sko. Það meina, segja ungu fólki það, trúið ekki. En allavega, þá þetta er þessi bók. Já, þetta er bók sem heitir Saga Árna Sam. Sigurgeir Orri Sigurgeirsson skrifaði þessa bók fyrir nokkrum árum og Jónas, bróðir hans, gaf hann út. Það er svo sam og gaf út Katalínubókin okkar Jakobs. Já. Og Árni Sam á fullu í 40 ár og þar er kafli sem heitir bara Tveir á topnum. Hann heitir bara Tveir á topnum? Já, og hefst nú lestur. Tveir á topnum var fyrsta bandaríska myndin á Íslandi sem frumsýnd var í 2 kvikmyndahúsum samtímis, Bíóborgin og Bíóhöllinni. Það er merkileg mynd. Wow. Frank Pérsjá Varnerbræðnum sagði við mig þegar við skoðum 2 á topnum, ég er svolítið hræddur að þessi mynd sé ekki nógu góð til að sýna í Evrópu. Ég var ósammála honum og sagði, blessað vertu maður. Þetta er mynd sem á ábyggilega eftir að ganga vel. Og hvað gerðist? Þær eru 4, 2 á topnum myndirnar og geysivinslar, 30.000 manns sáu hverja mynd. Tveir á topnum heitir á móðumálinu Lethal Weapon sem merkir banvænt vopn í beinni þýðingu. Titillinn vísar í aðra söguhetjuna Martin Riggs, lögreglumann í Los Angeles sem Mel Gibson lék. Martin er nýbúinn að missa heitt elskaða eiginkonu sína og glímir við þunglyndi og skort á lífslöngun. Það gerir hann uppstökkan, hvatvísan og djarfan á vaktinni og þar afleiðandi stórhættulegan sér og öðrum. Roger Murtaugh, starfsbróðir Martin sem Danny Glover lék, er rólegur, alltaf því klaufalegur fjölskyldufaðir sem verður fyrir því óláni að vera settur á vakt með Martin. Roger veit vel af sjálfseyðingu Martins og er stanslaust á tauginni. Og þetta er náttúrulega Árni sem talar. Mér fannst enskanafnið óþjált og hörkulegt og ekki koma anda myndarna nægilega vel til skila vegna þess að hún er öðrum þræði grín, spenna og hraði, eins og ég kallaði hann í auglýsingum. Ég óttaðist að bein íslenskun og titlinum höfðaði ekki til nægilega breiðs áhorfendahóps. Eftir talsverðar vangaveltur ákvað ég að kalla hana Tveir á topnum. Þýðingin fékk vængi vængi ef svo má segja og mun halda nafni mín og lofti langa framtíð. Myndin hefur aldrei verið kallin eitt annað á Íslandi. Það má í raun kalla flestar kumpánamyndir með grínífafi eins og Tveir á topnum er þessu nafni, þannig er vel andað þessara tegundar mynda. Wow. Það er svona Árni Sam sem bara á þetta nafn.
Stórkostlegt. Tveir á topp. Vá, hvað það er skemmtilegt. Við þurftum eiginlega eitthvað að fá hann bara í þáttinn. Já, hann er hérna, ég hef tvisvar tekið viðtöl við hann, sko, hann er hérna hafsjóra af sögum og fróðleik þennan geggjaða bransa sem bíóbransin Þetta er ekkit eðlilega merkilegt. Svo hérna hélt hann og heldur hann áfram að Fyrsta myndin sem hann sýndi 2 kvikmyndahúsum samtímis. Já. Það er ótrúlegt. Það er lýgilegt, sko. Já, og svo sko er hann að segja frá því að það var náttúrulega alveg ætlast til þess að titla væri þýttir, þú veist, þetta er svona bara að gera grína þessu, og ekki Arnar Tómas vinnur okkur alltaf eitthvað með Bilt Fylki eitthvað. Jú, Bilt Fylki, grúppuna að tala um það sem voru svona verið að leika sig með þessa titla. Já, það verið snúa meir upp á, en maður náttúrulega pældi ekkit í því að þú veist, þetta væri bara kallinn, bíóstjórinn, bara eigandinn væri bara að drita titlum á þetta. Nei, mjög skemmtilegt og líka hún hafi ekki fyndist Lethal Weapon sko nóg lýsandi fyrir myndina, mjög skemmtilegt. Ég skil hvað hún meina sko, 2 á tónum svona, fanga mér einmitt stemminguna eins og hún segir. Þetta var ekki 87, þú veist, það var alveg svona topp stemning sko. Einmitt, já, nákvæmlega. En svo segir hann sko að stundum hafið þið orðin uppiskropum við þýðingar og þá var ekki mann að ræða en endurnýta titlana. Við notum til dæmis á Ystu nöf og 2 myndir. Out of Bounds frá 1986 og Tequila Sunrise frá 1988. Cliffhanger frá 1993 þar sem Sylvester Stallone hangir á ystu klettanum hlaut hann af líka þótt ég hef ekki átt þátt í því þar sem við sýndum hann ekki. Þannig að á Ystu nöf er Oddur hérna að kíkja á Ystu nöf. Já, ertu þá að meina Out of Bounds eða Tequila Sunrise eða Cliffhanger? Vá, skemmtilegt. Sko nú eru bíóin er löngu hægt þessu. Já, þetta er náttúrulega alveg búið. Það er líka bíólýsingarnir eiginlega farnar og þetta er svona er ekki aðeins eftir það, bíólýsingum með það? Jú, það er heldur sambíónir í mókanum. Það er eina sem er eftir alltaf á prenti. Já, á prentinu, já. Og svo náttúrulega er nú hinn legendary myndin Die Hard. Þá segir Árni það voru vöndar á það þegar koma því að finna viðjandi titil á hérna stórgóðu kvikmynd Die Hard frá 1988 með Bruce Willis. Þetta er einmitt svona Die Hard, ég held að þetta verið þýsk spennmynd eitthvað. Die Hard. Sá harði, sú harða eitthvað. Og Árni segir þetta hafi verið hausverkur sko. Niðurstaðan varð á tæpasta vaði. Það er góðu titill sem festist við allan bálkinn, orðtaki og rætur að rekja til sveitalífs fyrir alda þegar hesturinn var helsti faraskjótin. Mennur að gæta sína ríð ekki yfir ára á tæpasta vaði. Á tæpasta vaði var fyrsta myndin sem við sýndum í nýja THX-kerfinu í Bíóborginni. Þegar gert var grínað á tæpasta vaði í kvikmyndinni Spy Hard með hálffuglum Leslie Nielsen var hún að sjálfsögðu kölluð í hæpnasta svaði. Good times sko. Talandi, þú veist, einmitt allar þessum umræðum sem er núna um íslensku sko. Já. Þarna var sko merkjum íslenskunar haldið á lofti. Algjörlega, einmitt sko. Og svona einmitt verið svona. Það þyrfti eiginlega bara, þú veist, ef ég væri hvað er þetta, menningamálar á þeirra, ef ég væri Lilli Alfreðsdóttir núna, þá myndi ég henda í þess að bara get ekki herrar hendi svona tilvísanir. Ég myndi henda bara svona tilvísun. Núna skulle allar tilmæli. Já, tilvísun, tilmæli. Ég meina tilmæli. Tilmæli það að öll bíóhús skulu íslenski eða hísi upp með ykkur brækurnar og íslenski titluna. Nei, þetta var meira sér þannig sko, þú veist, Lawrence of Arabia það var bara Arabíu Lárus. Ég bara hissaður að við beint því það svona sko. Já, það var allir gangur á. Það er ekki dotti bara í þú veist, hasar í eðumörkunni eða eitthvað, þú veist eitthvað. Eðumörkur hasar. Já. En 2 á toppnum á tæpasta vaði, legendary. Heyrðu, og Candyman, hann dáinn. Ói bara, já. Tommy Todd. Ég myndi náttúrulega að myndin var ógeðsleg en hann er dáinn, það er rosalegt. Við hefum stundum nefnt hann Tommy Todd. Nei, ég minna að þú veist að deyja allir en þetta er svona samt. Þetta var alveg hann er náttúrulega eiginlega bara hans verið alveg minnst náttúrulega bara fyrir Candyman sko. Frá 92, svo var líka í nýju Candyman myndinni hvað, hann ekki tekjar á 21. En það er eitthvað röddin sko. Hann er íkonískur þó hann náttúrulega léki alveg ógeðslega miklu að drasli og dóti en hann léki alveg fárlega mörgum. Já, alveg óbúðslega mikið. Og svo náttúrulega var hann í Final Destination 1, 2, 3 og 5. Þannig. Já, og þá var hann svona 1, 2, 3 og 5. Já, það var eitthvað hann tók ekki 4. Hún var eitthvað skjön.
hún var eitthvað beint á ská svo Naked Gun myndnar hétu, beint á ská Nei, og þar var hann hann var alltaf afturgengin morðingi með krók fyrir hendi í Candyman en í Final Destination þá var hann svona krifjari í líkhúsi sem var virtist þau í einhverju kosmísku sambandi við dauðan sko. Og svo var hann líka í Star Trek Next Generation einhver Körn, ég þekki það náttúrulega ekki neitt manstu þetta einhverjum Körn Ég man Nei, ég náttúrulega man það alls ekki. Nei, þú kannski hefur ekki til að horfa á þetta. Jú, ég horfa á þetta sko. Það var frábæri þetta. Já, er það? Já, ég var minningar úr æsku að horfa á þetta með bróðum mínum. Já. Sem að elska þetta. Ég var einhvern veginn sumafrí og manna bróðum minn var að horfa á þetta og ég bara svona var alveg heillar sko. En þegar ég var alls stuð, þá var alltaf Voyager í sjónvarpinu á sundum sko. Franskar, alltaf kjúklingur og franskar á sundum. Og Star Trek Voyager, já. Ég hef alveg heyrt að eitthvað af þessum þáttum sé mig gott sko, en ég náttúrulega hef alltaf eiginlega bara markvist sniðgengi Star Trek. Þú veist, ég polarisest mjög ungur í Trekker eða Star Wars nörd sko. Alltaf því að ég var frekar nýbúin að sjá Star Wars í bíó þegar Star Trek The Motion Picture kom í háskólabíó og ég fór og alltaf að fara á svona meiri Star Wars feeling og þetta er náttúrulega leiðilegasta mynd sem ég séð sko. Er það máli? Það gerist ekki neitt í þessari mynd sko. Nei, það er vandalega með Kirk og Já, það er alltaf Kirk, já, og nei, William Shatner, heilagur. Það er svo náttúrulega varða þetta einhvern veginn svo breytist þetta sko, komið þetta Next Generation með Picard og öllum sem næstu seríum Deep Space Nine og þessu öllu og þú veist eins og J.J. Abrams hefur séð það myndir já, það eru bara Star Wars myndir já, það er mitt hann gerir bara Star Wars myndir úr Star Trek já, nákvæmlega nei og samt, ég man samt að Star Trek já, hvað ætla ég að segja já, svo einhvern mann leiði ég fyrstu þættina, gömlu Star Trek með William Shatner og Leonard Nimoy og allt það sko gaman að því sko og líka þá sko dýfkaði skilningum minn á Futurama sem ég hafði verið að horfa á alveg til muna það er ógeðslega mikið að beinum vísunum og Satt Brannigan er náttúrulega bara Captain Kirk sko, en trekkið er ekki mitt en blessuð sem vinning Tony Todd hann fættist í desember 1954 þannig að hann var alveg rétt 70 þegar hann tjekkaði þessu út ég var að fá skilabóð núna random á Facebook einhver spyrir mig hvað ég kaupi sterkur sósundar sem ég með ég að vangja veistu það? Já, mínigarden Mínigarden við ætlum kannski að byrja þá að sponsa okkur já, en hvað ég var að fá skilabóð ég bara býtu hvað við í beinni hvað við erum í beinni það er það sem að hlustinu veit ekki hvers sinn sem að þeir hlusta, þá erum við í beinni já þetta er svona eins og við erum svona eins og út af saga þú hefur hört að því þegar var hringt í símatíman og já, halló er ég í beinni eða er þetta endurtekið við erum þannig Herbítur Tóta, það er einhver ringja það er einhver ringja þannig að næstur þú fer að segja sósur handa Ingu Sæland og ræður við þá en þeir styrtu sósuna, sagði ég það styrtu það er sem sagt með prósent þeir gerða það sterkar ég gerða það sterkar sósunar þannig að sósunar í nýjum þáttunum er alveg rosalega hvað er það að drepa þetta fólk? já, margir nei já, en talandi svona spons og svona þá var ég farin að sakna þess að hafa ekkert talað um Comfy-Balls nærbuxur í lengri tíma er það að fara að segja mér eitthvað? já, og ég fór inn á síðuna hjá þeim, comfyballs.is og þá voru komin að 2 nýja típur af Comfy-Balls nærbuxur nei það er sko Leopard Cotton sem er svo, nafnið gefur ekki neður með svona hlébarða munstri mér langar ógeðslega og svo Tropical Cotton sem er með svona psychedelic svona litir og allt svona og sveppa nærbuxur já, eitthvað svo leiðis, já, ayahuasca nærbuxur og bara minnuður þess hvað appelsínugulu Comfy-Balls virkuð vel á dóru mína þá vil ég ólmur komast í Leopard Cotton þetta var bara að heyra í vinum okkur á Comfy-Balls og ég held að vera að fara að segja mér að þeir hefðu heyrt í okkur og bóða okkur þeir eru bara okkur að hringja núna bara leiði ég sagði þetta skemmtilegt já, ég meina, ertu ekki að nota þínar? Jú, alveg fullt, ég elska þetta ég á ekkert nema Comfy-Balls það er þannig ég elska þetta, ég elska líka Rekus
Já, sem að skýtur yfir okkur sínum síkilda skjólshúsi í þessum hugulega heitum Einmitt, við erum með alls konar tilbúð fyrir fólk á litlum skrifstofum, stórum og fundarherbergjum og öllu þar á milli Þetta svo þægilega aðstæða Svo heimilist þetta mjög Frábært þægilegt kaffi, frábært vatn og allt rosa smart og töff hjá hann og líka náttúrulega það er þetta fyrirvaraleysi í Rekur sko. Þú getur verið þess að vinna ykkur annarstæður að það er bara að halda fund Einmitt, og út allan heim líka sem er það nettast út allan heim Rosalega gott fyrir manni eins og mig sem er alltaf ull Já, það er fínt að það er fullt af Rekurstöðum í Hollandi og Skotlandi Þannig ég er góður Já, svo líka ég hef aldrei notað en ég er fréttið að þeir eru á sumum flugvöllum er svona Rekurs Lounge þá getur þú bara haft það næst bara að þú ert að býða til fluginu í loungeinu sko. Geðvikt Já, heyrðu, hvað viltu tala um meira? Ég vil kannski að þú segir mig bara hvað þú ert að horfa á eitthvað skemmtilegt fyrir utan Law & Order það bannaði að segja Law & Order Já, ég er búin að vera, ég er alveg all-in maður ég var eitthvað barma fyrir daginn hvað ég var að horfa mikið og þú alveg, hvað, það er ekkert í gangi og þá, svo bara ég er búin að gleymi því jafnóðum sko, en alltaf, fyrsta lagi Yellowstone er byrjað aftur Nýtt? Ég meina, seinni hlutin af Verti 5 ég held að Taylor Sheridan vinnuðin ætla nú bara að gera 5 þætti í viðbót fyrsti datt inn á sundaginn býtu, er þetta að horfa á þetta einhverstaðara? Ég er bara ekki búin að kynna mér hvað var þetta á einhverju íslensku stöðinni þegar þetta var í gangi Símanum Sjónvarpi Símans var þetta í boði þegar svo er sko fyrir seriðnar kom á Netflix líka lengur kom á Netflix og ég byrjaði svo seint að horfa á þetta en og ég veit ekki hvort að það sé spilliefni en það náttúrulega vita alþjóð á að vita að Kevin Costner bara beilaði á Yellowstone hann fór í fílu það er komið 2 ár síðan að síðasti þáttur var sýndur þetta er allt Kevin Costner að kenna vissur það ekki? Nei hann setti framlýst allir í uppnám hann bara hætti og vildi bara gera þetta Horizon biodót sitt þarna vestra trilógíuna sem er að setja hann á hausinn getur hann ekki gert bæði einu? Nei býtu er þá þeir eru búin að fúlir Taylor Sheridan showrunnerinn og Kevin Costner eru með bara serious beef sko er þá nýjasta serían ekki með Kjell það er engin John Dutton þá má sko. sleppa sér bara já, finnst þetta er það þannig? Já, er það að djóka? Já ég vil sjá hann vera we need to talk son ég vil sjá hann svona já, ég bara, því að ég hef átt í svona sérkennlu haldið mér sleppt með samfættu Kevin Costner frá því hann bara steg fram Untouchables frá 87 fyrstu myndi sér saman við leika Elliot Ness og næðisluður og alltaf svo bara sett hann mann eitthvað alveg út af læginu með Postman og hinni myndinni Waterworld og svo bara ekki skemmtilegur á Robin Hood sem alltaf bara bara viðbjóður sem að lifir ennþá og Brian Adams lægin everything I do it for you hvernig er þetta? Everything I do it for you you know it's true everything I do it for you og svo býtu hvað heitir þetta lag? Ég ætla að spila þetta á eftir hlýtur að heita bara everything I do og svo innan suga I do it for you ok, ég spila þetta á leiðin út þú far ekki martræður og heyrir bara titilinn þú verður ekki lifað þennan tíma ég vonið sér ekki að vera vekja hlustundar margir sem hlusta okkur sem fara að sofa nei, en og svo var ég bara að gleyma Kevin Costner og svo bara fara allir að tala um hann aftur út af þessu Yellowstone og allir að tala um hann Yellowstone er svo góður í Yellowstone já, hann er það, bla 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 nema ég er náttúrulega bara beið bara í einhver ár með að horfa á þetta út af honum svo bara var ég litist mér var einhver hallari og byrjaði að horfa á þetta það er bara geggjaði þættir kosturinn við þetta fyrir mig er að Kevin Costner verður ekki í síðustu 5 þáttunum hann er farinn þetta eru bara 5 þættir já, ég held að þetta eru 5 þættir þetta var klárast 15. desember og þess að Kevin Costner er farinn og er búin að hleypa allir ofta og hugsa að Taylor Sheridan hætti bara hann líka náttúrulega með svo margt annað í gangi sem maður að það er náttúrulega fáránlegt sko. nema hvað að ég Tulsa King, ekki? Jú, það er einmitt það er 1 þáttur eftir Tulsa King season 2 ég ætla að sjá já, og ég glemdi einmitt að nefna það ég ætla að klára fyrst sérin líka what? Veistu hvað ég byrjaði? Ég byrjaði Old Man loksins
Já, seinni, season 2, já. Með Jeff Bridges Já, og og John Lithgow. Já, djöðlega er þetta gott. Já, finnst þér það gott? Já. Þú veist, seinni sér hann byrja vel allan. Já, er þið komin til Afganistan? Já. Já, mér leiðist alltaf svolítið í Afganistan, sko, en hérna... Sérstaklega þú veist að þetta tekið upp í Kaliforníu, sko. Já, ég pæla ekki því. Nei, en hérna, ok, Kevin Costner er náttúrulega kannski svona límið í þessum Yellowstone-þáttum, eða var það, en hérna, svo bara er ég bara löngu svo kolfallin fyrir náttúrulega, sko, Beth Dutton, dótturinni, Hún er svo geggir. og hérna, Hún er svo reið. kærastunum hennar og manninn hennar, Rick Wheeler. Bestur, maður. Hann er bestur. Alltaf að drepa húl, sko. Já, bara ógeðslega Berja fólk. grimmur, sko. Yeah, what do you think? Og það strákunum sem að þau er að, hérna, Svona alveg. Já, alveg. Tók að sér, já. geðveikt, þetta er svo geðveikt koncept, maður er bara, þú veist, þetta er svo, það er eitthvað svona Íslendinga sagna, svona, hérna, Halldór Laxness feelingur í þessu. Halldór Laxness er alltaf Íslendinga sagna, kannski. Já, þú veist, hann skrifa hérna sjálfstæð fólk, er þetta ekki? Jú, það er kannski svolítið svona... Potato, svona Bjartur í Sumo, hann er Bjartur í Sumo, sem Kevin Costner. Já, Kevin Costner er Bjartur í Sumo. We need to protect the farm. Já, The bara farm. no matter what, sko. Nei, The ranch. Hann Rip, sko, hann er alltaf svona, hann er svo mikill gaur Já. og hérna, mikill töffari Já. og hérna, hann heitir Cole Hauser sem leikur hann. Já, Aha, og hann er sonur Wings Hauser. Wings. Pælt oft, Wings, hvað er vængja þeim að í þessu þætti? Ég pælti alltaf mikið í því hérna í gamla dag þegar maður sá þetta nafn á okkur og fæktu Wings Hauser? Wings Hauser. Hver nennir að heita þetta? En hann hefur aðalega leikið alveg bara öllum sjónvarpsþáttum í heimi, alltaf svona eitt þáttur og hann er bara, hann hefur verið í öllu hann Wings, sem sagt En tóttu, hvernig þú myndi segja þetta nafn með bandarsum Wings Hauser Wings Hauser. Já. Já, en hérna, en að ég er alveg ennþá bara, sem sagt svona loyalty mitt og ég er búin að býða eftir Yellowstone út af þeim Beth og hérna Rip, sko en maður hefur svona tilvíkuna það munir nú þinnast eða þú veist, það verði ekki sami svona Er skrítið, tóttu, ég man ekki hvort ég klára þetta, sko, síðast ég hlýt heimlega að gera það Ég fíla þetta svo vel, Þetta er rosalega erfitt að hætta þetta er nú bara ógeðslega svona spennandi og góðið þetta En er þetta ekki bara svona, þetta er Dallas, basically Þetta er Dallas, jú, alveg Er það ekki? Fjóra Dallas Þetta er bara, þetta snýst allt the ranch We need to protect the ranch líka and the family og svona veist, rivalry milli annarkvort sískina eða hálfbræðra eða eitthvað, jú, þetta er alveg svona Svo indjánarnir, hann að flettast inn í þetta Já. En hérna, einmitt talandi um indjánuna hérna, því að það gekk mikið á í Tulsa King síðast þætti, nýjum þætti Já, ég sá það ekki Nei, þú ótti eftir að sjá það en hérna, þá náttúrulega því að Taylor sér þetta náttúrulega sjórennar er þeim líka Hann er svo skemmtileg Já, og þá hann fær náttúrulega hann fær hann sér smá útrás fyrir indjána blæti sitt í þessum þáttum að því að mafjósinn sem var slægilegur Stallone, hann er búin að sko, tíma upp með indjánum sko. og svo þegar skerst í 8 við óvinaliði þá bara eru indjánir mætti með axir og hnífa og það eru hálsarskortnir og allt by the book sko. Ok, mjög gott En það er eitt sem að ég verð að koma að því að ég stend á þeirri meiningu að hérna, sagt, allt þetta afþenningarefni þetta er alltaf einhvers konar spegill á samtíman og ég hef svona notum það bæði í Tulsa King og held ég í Penguin líka The Penguin Herri, ég byrjar að horfa á það að kínverjar eru svolítið mikið að vera vondukallandir og veist, Stallone er að díla sko 3 glæpaklíkur í Tulsa King en þeir allra vestu eru kínverjar sko það er bara, veist, það er bara verið að það byrja bara að hamra á þessu að hérna, þeir eru óvinir okkar sko Gaman að því Það er bara svo basic sko, þegar eins og núna er Trump að vera fórstiti og það verður bara algjörlega sko, hjóla í kífarnina núna sko. Þetta tolla dæmið og þetta allt Þannig að Taylor Sheridan og þessir sjónvarpsþáttaframleiðendur eru bara búin að lesa fram í tíman Það er þannig sko. En tóti, sko, ég er að drukna úr stöfn sem ég er búin að horfa sko. Já, vitið sem það er sprengt að hérna, þessi fyrsti þáttur í hérna, þeir kallar held ég Season 5B af Yellowstone Já, það er þannig hérna, ég las einhvers þar á internetinu að þetta hefur verið hérna, met áhorf 16,4 milljónir áhorfa á einum degi Er það ekki það? Að það var vantalega svo mikil eftirvending Já 2 ár síðan síðast Já
þetta er eiginlega óbólett Og þetta er- að láta maður bíða og þetta er búið að vera fáránlega velhefna þessi þættir, Yellowstone Já, og svo spin-off-þættirnir hérna 1886 Já, en það er þetta þá þeir eru geggjaðir, Er það? þeir eru sturlaðir sko. Ok. og það er bara komið En það eru tvær serjur sko já, það er 1886 og og hvað hitt, 1923 já, sem er Harrison Ford já, það er klikkað sko Er það? Og það enda á cliffhanger og ég er að bilast á því að þessi ekki komið framhald af því sko þeir eru alveg óþólandi Já. ég get ekki kent kannski Kevin Costner það Nei. en já, hérna, hvað ertu búin að vera að horfa á þessu? Herru, ég er búin að vera algjörlega drukknum sjóðsand þú veist að ég er duglegur að horfa á. Ég er búin að horfa á Sunny sem eru þættir á Apple TV með hérna Rashida Jones já, þú varst að nefna gerist í það. Japan já, og hérna hún fær allt í hennu robot sem heitir Sunny já, frá eiginmanni sínum sem að deyr í flugsleysi á samt sinni þeirra ó, já. nema að svo fara svona dullufalli hlutir að gerast og það kemur ljós að það er ekki allt eins og það sýnist Nei. frábæra þettir, Já. ég fíla þá Já, það eru góðir. þeir eru góður, þetta er Apple Plus þetta er A24 stúdíu Já, já, sem gera á. já, þannig að þetta er alveg verið dót já, svo er ég byrjar á Penguin já, fálega góður, já, bara ekki dæðilega góður já. svolítið þungir Þeir eru þungir og gritti og Já. bara svona, Rosalega gritty. lífskonarleysi, sko. herru, en síðan er ég bara búin að vera að þetta er rukna í bíómynd sem ég er búin að horfa á. Já. Ég horfði á Before Sunrise í fyrst sinn. Before Sunrise. Já. Ó, já, Ethan Hawke og Þú fílar hann ekki það? ég hef ekki séð þessar myndir. Í alvörunni? Ég hata Ethan Hawke, sko. Ha? Og pestina. Í alvörunni? Meikar Ok, sko, við verðum eiginlega að taka mögulega einhverja sérþætti um þessar myndir, sko. Allar þrjár? Þetta er Já, þríleikur, ég veit sko. það. Ég sagði þríleikur. Richard Linklater, Já. hann leikstir þessu. Já, Þetta var svo skemmtilegt að þetta er, þú veist, gerist á einum degi já, fyrir Hopeless Romantics, þú veist, allir hlustendur að núti sem eru Hopeless Romantic, Já. eins og ég. Já. Eh, Ekki bloggum það, horfðu bara á Nei, Before myndirnar. ekki blókum neitt, svona. Nei, þetta er ótrúlegt frekvirkið að þú veist, ég fíla hann í bótt, sko. Já, ég veit þetta er góð myndir. Þetta er bara, ég á alveg svakalega erfitt með Ethan Hawke. Hann er líku við bara á, sko, sömu hillu og Tom Cruise sem er, sko. En Já. hérna, já, ég skal einhvern veginn taka átak og Er það horfa á ekki? þetta, jú. Herru, svo horfði ég á Scream. Já, 1, 2, 3, 4, 5. Herru, ég byrjaði á Scream 1, Já. ég kom mjög langt með Scream 2. Já, Ég er ekki frá það með Scream 2 er jafnvel betri, sko. já, getur verið. Það er mikið í Byrjar hún gangi. á því að gæin er stungin í eira á salernisbásnum. Já, hún byrjaði á því, sko. Það er rosalegt. Herru, svo horfði ég á The Bike Riders. Já, það lýst mér Varstu búin að sjá hana? Já, Tjúður hún góð, maður. Leðurjakka mynd maður. Ha? Það heldur að sjálfsögðu. Tom Hardy og Já, hérna Austin Butler. Já. Bara hún er Já, og fárálega svo góð. allir hérna góðleikarnir sem eru óþekkjanlegir hérna, Walking Dead gæinn og hérna, það er fullt að leikur Einmitt, já, og líka gæðin sem leik vondakallin Súman. Já, Þú veist, ég bara... já, 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 þetta já, er já Michael Já. Já, Nei, þetta er bara fárálega að finna það. Þú veist, þessi mynd kemur út í fyrra. já Ég Nei, man hann var í ég sá... sumar og hann var í sumar Já, sko. það, já, ok. Ég var að býða eftir Herru, ég man nefnilega, ég sá hann í einhvern svona hipstera kvikmyndahúsi í Hollandi. Já, Sá ég póster já, fyrir þessa mynd. já, Hana og Kans og Kennis. já Og það er bara ekki talað um hana hérna á Íslandi. Nei, það fór ekkert fyrir henni og þetta er, hérna, þetta er mjög skrýt eða svo að þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er byggt á sko ljósmyndabók, þetta er svo ljósmyndari og blaðamaður sem var að elta þessa bækrætira, tók bara ljósmyndaræðum og stöðt viðtöl og það er backbónið í þessari mynd, sko. Já. En ég meina, þú veist, þetta eru gæir, þeir eru allir í leðakanum mínum. Þú veist, ég er búin að eiga svona jakka frá síðan var 18 ára, sama jakkan. Pældi því, sko. Og bara þegar ég sá trailerin í bíó, þá kemur hann sæti. Sástu Presley. trailerinn í bíó? Já. Þetta var hún synd í bíó? Já, hún kom í bíó, hún var bara, hún var stutt, sko. Já, Ég sá trailerin í bíó og þú varst öllum að senda mig okkur mynd, sko. Já, ok. Og sá trailerin og hérna, Ó, ég og vissi þá ekki kemur það. hann hérna Presley, Austin Butler inn á svona bar og Þeir segja, farðu úr viski á sig, Þetta er fyrsta atrið. farðu úr þessum jakka, bara, hvað, you have to kill me, þetta var mjög töff, þetta drepa með þessu nammur úr þessum jakka. Einmitt, sko. Svo síðasta myndi sem ég horfði á. Já. Woman of the Hour. Anna Kendrick að leikstýra í fyrst sinn. Já. Þú veist hvað Anna Kendrick er? Nei. Hún leik í Twilight. Hún er þekktust fyrir Pitch Perfect. Já, þetta er allt stöf sem ég sniðgengi alveg vandlega. Í alveg? Twilight, þetta er ekki vampírudraslið þannig. Jú, reynda, hún leik bara auka hlutverki þar, sko. Já. En hún leik í Pitch Perfect. Hefur ekki séð Pitch Perfect það? Nei. A cappella hópin. Nei. Það er ekkert eðlilega skemmtilega myndir. Ok. Mæli með þeim. Þetta er sem sagt byggt á sannsögulegu
dæmi raðmorðingja sem að drepa konur 1978 Hvað sagður myndi þetta? Pitch Perfect? Woman of the Hour Já, Woman of the Hour Já, Pitch Perfect Ekki alveg, já, en hérna sko Anna Kendrick leikur aðalhlutverkið og leikstýrir Hún leikur sem sagt leikkonu sem að tekur þátt í djúpulauginni Game Show Býttu eftir að segja mér að skjáreitna það bara stólið bara einhverju hugmynd frá amerísku sjónvarpstöð Þetta er svo typis íslenska sjónvarpstöðar geta aldrei fundið neitt upprunalega en já, en raðmorðinginn er þar og fær hann á heilan myndinu það þetta er allt í lagi mynd ég mæli alveg með henni Já, ég hatt mér að raðmorðingi þú mynd fíluna, næstum því þitt tímabil 1970 70s, ekki 80s en eins og heyra ég er búin að hafa nóg að gera það standaði vel sko. Já, þetta er bila að gera en hvað hérna sko Dottin í klukkutíma Já, þú veist að Penguin stendur í 95% á Rotten í kritik og 92% í audience Þú eru að taka sérþátt í það Já, ég held að liggja við sko og þetta er alveg, þegar sérstaklega aldrei svant á allir bara að hafa heimil á mér þú ert ekki búin að klára þetta og þegja sko en ég er alveg, já, þetta er Eitt sem pyrra mig Hann er alveg eins og Tony Soprano Þetta er náttúrulega bara Þetta er bara Tony Soprano Ég sagði einhverju þætti nýlega frá mýminu þarna HBO Heyrðu, það gerur svona þátt bara þetta er Tony Soprano en bara hann er mörgæs Já, einmitt þetta er alveg, það er mamman er problematísk eins og hjá Tony og það er allt þarna Sko að pyrra mig sko Akkur hvað er ekki bara fengi ítalanska leikara til að leika þetta hlutur Og feita Í staðan fyrir að þú veist, einmitt, bara alvöru ítalskan leikara og kannski mála hana aðeins eins og ykkur að mörgæðis í staðan fyrir að fá ykkur írskan gaur og mála hann í 6 tíma það hefur bara átt að vera svo sniðugt og Colin Farrell hlýtur að langar rosalega að gera þetta og fyrir það ég ætla náttúrulega ekki að fara stökkva á vókvagn og heimta það að bara feitt fólk með leika feita persónur sko. Leikur snýst að fara í gerfi og vera eitthvað annað en þú ert sko. En þetta er bara böggum með það gerfið mér finnst gerfið, ég sé ekki gerfið sko. Ég veit ekki hvort það er bara ég líka, þegar ég var að horfa á það þá ég saknaði alltaf Danny DeVito bara úr Batman Returns sko. og fór alla leið sko. En það sem að segir finnst mér mest þetta gerfi og þessa persónu alltaf er það að ég hata Colin Farrell meira en Ethan Hawke ég gleymi alltaf að þetta sé Colin Farrell sko. Þetta trufla mig ekki neitt sko. Nei, þetta þarf ekki að vera hann þetta er óþarfa stús sko. Og hann má eiga það, þú veist þetta hefur oft verið brekka í honum hann er búin að vera bara að skemmta sér, bara mjög vel í þessari vinnu sko. Alltaf sé búin að vinna eitthvað í sjálfum sér hann var líka ágættur í svona sjúkar þáttum á Apple TV sem ég sagði frá engarspæjara film nú var í nútímanum þannig að hann er eiga gott mót en hann er samt svo leðilegur að Brendan Gleeson klippir af sér putta í hverskipti sem hann hittir hann svo sáum í The Witches of Inisherin Witches of Banshees of Banshees of Inisherin Já, Witches of Inisherin Já, en það eftir að sjá þá mynd Mælirðu með henni? Já, nema nú er ég búin að spoila fyrir þér að Brendan Gleeson er alltaf að klippa af sér putta það er ég er ekki að tóka Það er þannig að hann er ekki að hanga með hann Ég voru bestu vinni þá Brenda Gleeson og allt í henni fatt að hann var að eiga lífið sinni hanga með þessum fábjörna og tala við mig aftur og klippi hann með putta og hinn er alltaf hendi puttan og svo í húsið hans þeir eru alltaf svolítið klikkaðir á eigunum í Írlandi sko. Já, einmitt Já, þetta var svona og svona en já, bara svona rétt í restina þegar þú búin svona duglegur sko. þá var ég líka búin að rosa duglegur á horfa bíómyndir og núna akkurat bara núna þá er ég búin að vera að taka lélega myndir Er það? Já, ég horfði til þess bara í fyrrakvöld á mynd sem heitir Classified ný með Aaron Eckhart sem ný? Já, Aaron Eckhart hann lék Two-Face í Nolan Batman myndunum og Thank You for Smoking það eru leikar sem er alveg gert ágætis hluti Classified og hann er svona hitman sem er alltaf að fara og drepa eitthvað og hann telur sig verið að drepa fyrir CIA eitthvað svo kemur eitthvað stelpa eldir hann uppi og bendur hann á að vinnuveitandi hann sé dauður og hann sé leiksoppur og handbendi einhverja illra afla og hann sé búin að vera að drepa saklaust fólk meira og meira og þá fyrir hann að grensast fyrir þetta og þetta er alltaf bara
þú veist, þetta Aron Eckhart, svo Tim Roth þarna Aron Eckhart Já, Þú veist að tala gæðan sem leik í Dark Knight já, ég sagði það, Two-Face í Nolan Batman-myndunum Sorry, ég var svo upptekinn með að vera bara klóra mér í kollinu með þessu og hann er alltaf svolítið Er hann búin að gera eitthvað það? Síðan þá? Nei, sennilega ekki, sennilega hefur hann bara þurft að fara alveg niður á þetta plan sko hann Greiði kall lítur ekkert rosalega vel út, hann alltaf hvað er þessar Nolan myndir orðna gamlar, hann er alveg líka 12 árum eldri en hann var þá Nei, Dark Knight er frá 2008 Já Þetta er komið alveg fára langt síðan Já, hann er svolítið gamall kannski fyrir þetta og svo er plottið fáralegt og svo er Tim Roth þarna sko sem hann alltaf hefur heldur ekkert verið að glansa síðan í Pulp Fiction eða eitthvað Það er alveg ótrúlega drasl en hérna ég horfði á hana og svo af því að þá er ég komin í draslfílingin þá byrjaði ég á Canary Black sem er með henni hérna Kate Beckinsale og hún er hérna líka svona eitthvað agent hitman hérna leigumorðingi hjá einhverju svona stofnun og huggulega breska eiginmannir er rænt og það er einhverjir vondir menn sem hóta að drepa hann nema hún fara að gera alls konar fyrir þá og ég er nú ekki maður rétt hálnaður sko og þetta er alveg bara líka þetta er segudrepandi en það sem að svona fekk mig til þess að horfa að byrja á þessar mynd er að hann vinur okkar hérna Ray Stevenson leikur yfirmann hennar Í alveg, er það síðasta hlutverk þess? Já, var ekki síðasta hlutverk en Star Wars þarna ég veit ekki, ég hef ekki rannsakað þetta en hann er alltaf leikur í þessar mynd þannig að hún hefur nú ekki verið tekin upp alveg í fyrradag sko Nei Vá Þetta er Þannig þú mælir með henni? Nei, ég segja þetta er algjört drast sko. En hérna ég er náttúrulega með svona, veikan spott fyrir að vilja bara þetta í drast en þetta er eiginlega too much sko. Þetta er bara, ég eins og þessi klassifætt, ég fór bara í gegnum þetta á þrjóskunni sko. Þetta er hljóma þannig sko. En svona ég á þetta til sko. Heyrðu, hvað hérna klukkutími? 1.06, við erum komin á svona síðasta, við erum á tæpasta vaði tveir á toppn við erum á tæpasta vaði líkt á löpunum þetta her En mér þykir ekkert eðla að vendum að heyrum hérna Árna Sam þetta er frábær saga hjá Árna Sam og hérna tveir á toppnum Árna Sam á fullu í 40 ár þetta er geðveikt þetta er mjög töff Þetta er líka bara maður sem braut blaði í íslenski kvikmyndahús og menningu algjörlega, menn það verður bara aldrei á honum tekið og hann var náttúrulega ekkert sérstaklega vel liðinn þegar hann var að rugga bátnum með þvílíkum bara sko lífsgæða aukningu fyrir okkur bíófólki sko. Haldi hvað þar mikið hur ekki í þetta sko. Já Þetta er magnað dæmi sko. En já, erum við ekki bránað með hennar þátt Tóti, var eitthvað sem við glemdum Ég náttúrulega fekk að monta mig á hérna, TikTok-fræðinni Hvernig líður að vera með svona TikTok-stjörnu? Heyrðu, mér finnst það bara frábært líka, þú veist, mér finnst ég nú eiga svolítið í þessu sko ég lít nú alltaf á því svolítið sem My Apprentice sko. Þannig að þegar þú horfir á Jakob Bjarnar í vikunum og sástu mig, hvað hugsaður þá? Já, bara yes hann er sjómlinn minn og prodigyið mitt samankomnir hjá Gísla Martin En Tóti, að þetta er bara ég og þú hérna inni að tala saman og upptökubúnaðurinn Nei, bara ég og þú Hvað heldur að fólk hugsa mig þegar sér mig spyrja þessa spurninga í vikunni Ég sé illa innrættur Nei, ég held ekki að hann er eitthvað skrítin eða vantar eitthvað í hann fekk hann eitthvað lítið súrefni í fæðingu Nei, sko ég trú ekki, ég hef ekki verið að kenna þetta þú ert ekki pælið, þú ert aldrei að pælið Nei, ég hef ekkert spáðið fyrr en einmitt núna af því að þú sagðir á hann ég trú ekki að þú hef verið að spyrja þessa spurningu Já, ég trúi alveg bara það er óþægilegt það er að því að ég er ég og ég þekki þig sko, og eins og ég þekki þig sko. Ok, þú varst ekki svona að dæma mig Nei, þú varst ekki að púla þetta alveg nákvæmlega rétt sko. eins og ég líka, já, þetta er alveg rétt að ég hef nú alveg verið svona frétta og rítstjóri hér og það sko, þá er þetta einmitt svona mjög smart hjá þínum yfirbúðurum að senda einmitt þig í þetta mission sko, því að það er svona senda með sakleysislega lúkið sko Hvað meinar? Ég var bara að grínast Já Þú getur til dæmis alveg bara að keppa við hérna Stefáninnar félaginn með stórmál á vísi.is Stórmál Já, en ef að munurinn sá sko að nú er allir sem að koma til Stefánsinnar þeir koma sko alveg bara í brynjunni bara við öllu búnir Já, ég er bara að fara í stórmál hérna að tala um hann það verður ekkert mál og svo bara dum Tóti, ég er ekki eins og að grínast Ég hef vaknað upp með andköfum Það sem ég bara með dreymt þá martur að ég sé allt hérna komin í frambúð Svo er ég bara mættur í stúdíu til Stefáns Einars og hann er byrjað að spyrja Jæja, Oddur framleiðsla á Íslandi 2023 og maður er bara ég veit ekki neitt
Svo hérna í gamlum skjölum kemur fram að þú hafi verið formaður nemendafélags Kvennó. Hvað var eiginlega í gangi í þessum skóla í þinni valda tíð, Oddur? Ætlar að svara fyrir þetta? Ég var bara unglingur, sko. Það var bara gaman. Oddur Avar, ég heimildi fyrir því að þú hefur einu sinni sendt út fréttabréf á alla nemendur skólans og sagt þeim að þið var í fríi daginn eftir þannig að enginn mætti. Er þetta rétt? Jú, þetta er rétt. Ég gengst við þessum mistökum. Þetta var En nú ertu samt með að lúra þessu út hérna í tveir og topna. Þú ert eiginlega búin að drepa þetta. Já. Nú getur þú fara að íhuga frambúð. Hárrétt, þetta er taktist. Já. Nei, sem betur fyrr er ég ekki í frambúð. Það er ekki að mæti þetta. Getur ímyndað þetta? Mæta ánga? Í stúdíu? Já, örugglega, ég get til Stefán Sveinsson. Já, ég meina það en bara ég skil bara ekki fólk sem er í pólitík, punktur. Aldrei skilja þetta. Og sko, ég var og þú ætlar ekki fram? Aldrei, nei, ég var badd sko þegar ég fekk djúpa innsýn í stjórnmál sko, afi minn var sko innstu koppur í Framsóknarbúrinu, nánasti samstarfsmaður allara sko frá Jónasi, frá Hriflu, Hermanns, Óla Jó, Stengrims og allt það. Pólitískur ritstjóri og þingmaður í einhver 20 ára og svona. Akkur ert þú ekki í Framsókn? Út af því. Nei, og það var og ég var rosalega mikið með afa sem bæði innir á tíma og það var, ég ákveði að vera blaðamaður, ég var svona 5 ára þegar ég var ákveðin því, sko. Og sko, svo bara var alltaf að hlusta á, þetta fór allt fram í gegnum, sko, landlínu síman. Það var alltaf í símanum og það var alltaf að vera eitthvað flott og ég hlusta á þetta alltaf, og ég lærði þetta bara, þess að þetta vart í pólitík. Þá eru þess að viniðinir eru andstæðingarnir í hinum flokkunum. Og afátti sko fleiri vini í sjálfstæðisflokknum heldur en Framsóknarflokknum. Og backstabbið var náttúrulega alveg sko amazing í Framsókn, sko. Það voru bara rýtingar í bakinu á afa og svo þeim sem stakk hann og svo bara allt það. Þannig að ég sá strax að þetta væri eitthvað sem... Maður hefur heyrt þetta líka, það sem að sé átaknilegast við að taka þetta í stjórnmálum. Sé mitt sko þetta baksta þessi keppni við þína eigin. Já, samir þetta er eins og bara fer með þetta í fótbolta líkingu. Já. Hvernig geti 11 mönnum gengi á vellin með þeir bara basically að berjast meira innbyrðis heldur en við andstæðin. Akkurat. Og svona bara íslenski vinstrimenn eru bara svona bara einhvern veginn bara regljóar hugtak yfir þetta. Þetta er ótrúlega. Þannig að þetta er svona, já, mér fannst þetta mjög eitthvað heimskulegt sko, og afi var samt eitthvað að íta mér út í pólitík, sko, en ég bara, ég var svo heppinn að hann var bæði í blaðamenn, sko, pólitík, þannig að ég gæti bara valið. Þú gæst valið og valdir, og vantilega mjög sáttur við að hafa valið. Já, ég meina þetta hefur verið eiginlega líf mitt, andlega og líkamlega, en ég er mjög sáttur, sko, en ég meina ég var örugglega verðsettur að ég hef verið í pólitík. En já, en Tóti, nú eru bara 2 vikur til kosninga, þannig að þetta fyrir alveg vera búið, kærlustundu, við fyrum alveg hægt að tala um þetta, næsta hættu munum við ekki tala um þetta. Er ekki glæðið þetta? Það er ekki svo við séum eitthvað tróða pólitíkin í eyrun og hústöndum alla dag. Það er rétt. Það er ruggla okkur saman við, múrbrjótin að spinga, eða hvað allir sér hlaðurpeita og alla þessa þætti. Hlaðurpeitas heitir endar Björn Ingi á Viljanum, en hann, svo skrifar hann þetta grjótkastið inn í sko alla þætti, sko. Það heiti grjótkastið en hún láðast að nefna það. Þetta er eins og okkar laður myndi að hitta Tóti. Og ég var eitthvað, þetta er 2 tónum. Og ég myndi að skrifa 2 tónum inn í alla þætti. En já, en þetta er svo ágætið þættir á hann. Það er líka því að Bingi kann náttúrulega að velja viðmælendur. Þetta snýst allt um það, sko. Hárrétt. En ég skil samt ekki af hverju allt þetta pólitíska podcast er svona vinsælt. Það er svo pólitík sé eitthvað skemmtilega. Það er eitthvað nýtt. En fólk elskar að hlusta á fólk rífast, sko. Það er máli, sko. Þess vegna er þetta með fótboltan og pólitík, sko. Fólk getur við getum alveg rifist bíómyndir einhvern veginn. Við verðum einhvern veginn að fara að vinna með það. Já, við þurfum að vinna með það. Annars verðum ég líka bara að hugsa að bara, þannig veit brautriðandi hérna í þessum bransa sem að bara hætta. Hlustar svo fáur á þetta og vill enginn kaupa auglýsingar, ég ætla bara að hætta. Við ætlum kannski bara að hóta því. Við hættum því. Hver var það? Feministinn maðurinn feminista maðurinn. Já, ok. Nú skulum við hætta þessu. Þá meðan þátt. Af því að við hefum ekki fengið inn í einu arbúsur í 3 mánuði og það hlustar enginn á þetta.
Ég veit þetta óþólandi maður. Herru, svo erum við náttúrulega með tíðindi Nú? sem við ætlum ekki að greina frá núna. Ó, Við já, erum að fara ok. að koma með fyrsta merchið. Já, það er alltaf að tísa. Alltaf að tísa, sko. Við ætlum að bjóða upp á varning. Það eru besta merch í heimi, sko. Það eru aldrei sést ég upp gott merch. En fólk þarf að vera í toffólki til þess að fá að möguleika að eignast það. dæmi, sko. Er það ekki? Jú. Á Facebook. Það eru síminn að ringa. Ég veit það, þetta er pappi. Það er alveg hrósum yfir vangi áttin. Já, þennan þátt sem Eða hann er að þennan hlusta á. þátt, Nei, já. hann er ekki að hlusta. Nei, Jú, erum við beinni? Já. við erum byrni. En já, Heyrðu, þetta er komið gott. Já, Það ekki? Jú, spilaði Everything I Do, Herðu, I Do It já, For You. herðu, gott þú myndir með það. Ég var að fara að cancela þessu. Bara hætta þessu. Bara kveðja. Herðu, takk fyrir að hlusta. Erum við að glemma ykkur? Já, örgulega. Það er allt í lagi. Herru, njótiði vel, kæri hlustundur og góða nótt. Og munið bara það sem við gerum í lífinu, bergmálar í eilíðinni. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul. When you find me, then you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I Óttur, þetta er ekki Brian Adams, maður. Hvað? Nú, ok. Halda frá að spila. Nei, býtu, ég skal bara velja Brian Adams. Nei, ég ætla að... Já, Nú, kemur hábúturinn. look into your heart. Hvað stendur á Spotify? herru, býtu, ég ætla bara, nú Too kveðu. many emails. Don't Nei, know býtu, how to respond þetta to er them. auglýsing. This is the best Ég app gefna for you. YouTube. Tíminn Here's ekki kaupa lýsingafrýtt An YouTube. app Nei, where you tíma can ekki. use Herru, your ok, mobile Tóti, nú ætlum við að without kveða. downloading Við bara Ok. byrðist afsökunar þessu. Just Afsakið þetta. Góði hlustundur, Brian Adams. Góða nótt, bye. Look into my eyes, you will see what you mean to me. Search your heart, search your soul, and when you find me there, you'll search no more. Don't tell me it's not worth trying for. You can't tell me it's not worth dying for. You know it's true. Everything I do it for you. Look into your eyes.